sko. Herðu, það var einu eftir, við erum með risa tilkynningu eða risa titling, hvað meira nett? Fuck. Það alveg fucking solid einhverju gaurar þekktir fyrir að vera bara með risa titling sko. Ég veit, það maður alltaf aðeins bara svona, hei þeir gera ekkert mikið úr því Nei, ég veit það Fattiði mig, þú veist Það við ég sem með 13 cm sem bara, hei, 7 Maður var aldrei þekktur sem sákaði sko. Ef maður væri maður ekki aðeins meira að fá ekki slengjónum Jú, ég held það, sko. Maður verður bara að negla honum á borðið eitthvað stöð Ég var alltaf í svona 2 númerum of litlum gráum Nike Tech en að joggingbuxunum sem þessi gaurar yfirleitt líka með eitthvað fucking sixpack og eitthvað Vel hreyti gaurar, ósanngjarnt sko Það var alveg næs, skilur mig, en þú veist, það er alveg cool líka bara að geta hendir þessi tilkynningu, sko. Já, það er þetta nett líka. Þurfum að ræða þá markaðssetningu? Ég held að það væri, sko, tilkynning. Við heldum líka, sko, þetta var bara svona, þú veist, 3 vikum fyrir release, fórum við í stúdíóið, kláruðum hana, lagið með Bríett og fengum Birni til að syngja inn á Búti. Þá var ég bara eitthvað, Brynjar var búin að vera með þetta eitthvað, að reysa tilkynningu á leiðinni. Það var engin risa tilkynning á leiðinni ég var bara ekki, hei, við verðum að skýra fyrst og þú ert basically búin að vera að markaðsetja ekkert núna í 2 mánuði á TikTok, alltaf með eitthvað risa tilkynning við verðum bara að skýra plötuna risa tilkynning það enda kom fokkin vel út sko. það var good shit sko. Þetta var ekkert miðlungs og síðan þú veist líka bara eins og með Guggu skilur mig, við erum ekki að fá einhver miðlungs sko. Nei, betur, Gugga bara eitthvað geiti í leiknum með það? Já, nú ég risið þitt. Það rosa jullur, sko, hún með hátt bara í, 9.000 followers á Instagram. Já, ok. Já, 11.000 núna, hún poppin off, sko. Hún bara komið með einhvern fucking gambling, sponsor. Já, bara. Já, ok, það... Hún bara með eitthvað Gústa B, FNF7. Já, ok. Gugguhornið og... Já, ok. Gugguvaktina, Gugguhornið og... Það er svona nýjasti entrepreneurs á Íslands. Já, hún mætti hann í veisluna með Pretty, Adam og Gústa og var emitt. Þú mættir einu sinni og var bara lífsóðanir á Ríkka G eftir að þú varst þarna, sko. Ég mætti tvisvar, já. Feministir voru ekki sáttum með kallum. Nei, það verður að fara að passa þig. Já. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is Fáðu þér áskrift.